ert að hlusta á sportþáttinn Mánudagskvöld á Suðurland FM. Mikið rétt, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, þá skulum við fara í mótorsportið og já, það er nú heldur betur veislan þessa dagana, það vantar ekki upp á mótin hér og þar og helgina fór fram torfara og drift meðal annars. Fyrsta umferðin í, já, Íslands og bikarmeistaramóti í drifti fór fram núna og já, ég kom með línuna sigurvegaran úr fyrstu umferðinni, það er Alexander Sigurðsson. Heill og sæll félagi. Blessaður. Þetta var hansi mögnuð helgi á þér, eða ekki? Jú, hún var heldig góð. Já, þú ert ekki bara í drifti, þú ert tengdur torfarinu svolítið mikið, eða ekki, og fleirum sportum. Jú, besti vinur minn er í torfarinni. Já. Bara mikið í kringu það. Og það er hann Atli Jamil, eða ekki? Jú, passar. Já, hvernig, já, hann náttúrulega lenti í leiðindaslýsi á laugardaginn, hann að keppnum að flautu af. Hvernig er svona heilsan á honum? Hann er miklu betri en við þorðum á hana. Þannig að hann er ekki brotinn og hann er samt bara mikið tóknaður og slæmur í baki og háls. En við vonum bara að ná þessi sem fyrst og geti mætt í næstu keppni. Já, og hún er einmitt bara núna á Akureyri eftir 2 vikur? Já, nákvæmlega, það er mjög stutt í hana. Já. Það er mjög stutt á milli keppna núna. Já, það er það. Hún er allt bara í fullum gangi undirbúið sem fyrir næstu keppni. Bæði hjá honum og mér, þannig að... En, já... Hann hefur sem sagt þá ekki eins slasaður og menn héldu í fyrstu? Nei. Engan menn held að hann væri brotinn fyrst, en það sem betur fyrir ekki. Já. En svona smíði eins og bíllinn sem að hann er á, þetta er ekki, já, smá erfitt eða ekki svona eins og að klippa þegar þið þurftu að ná honum út? Já, það var skorinn hliðin úr bílnum, bara til þess að ná honum úr í stólnum. Já. Bara öryggisástæðanir, ef hann væri brotinn eða eitthvað svolítið, það bara þarf öryggi öðru. En þetta er samt enga stund laga, þetta er bara rör, þannig að þetta er bara svoðin í stí og þeir eru enga stund að græja það, hann er með svo öflugt lið með sér. Já, nákvæmlega. En hvernig er bíllinn annars, er hann heill? Svona? Bíllinn er, já, hann er smá laskaður en ekkert mikið, ég græja þetta á nótæn. Já, nákvæmlega. Það er nú, já, þetta er, já, bíllinn hans, hann er ansi öflugur, þessi kaki. Já, honum? Já. Já, þetta er ykkur 1000 hestafla græja allavega, held ég. Já. Þetta er svakalegt, sko. Já. Það er náttúrulega svolítið mikið til að fara í þetta sport. Já, þú væntanlega það ekki bara hvattan til þess að fara beint í þetta? Jú, það er bara, hann átti til dæmis bílinn sem ég með, hann seldi hann til þess að fara í þetta, þannig að ég stýði hann bara allavega í þessu, það er mjög gaman að þessu. Driftið, það er nú svona eitt næst vinsalasta sporti orðið í dag í motorsportinu, þetta er alltaf að vekja meira og meira athygli. Já, þetta er öllstækkandi sport, sem er bara mjög gaman af, þetta er allavega skemmtilegt það sem ég veit að gera, það er þetta sport. Já, þessi bíl sem að þú ert á, þetta er ekki bíl sem að þú ert búin að vinna að í vetur? Jú, mikið búið að breyta hann í vetur. Þú þurft að föndra mikið? Já, það er búið að gera það. Í grunninn er þetta nú bara venjuleg fjölskyldubíl, en það er búið að breyta eiginlega bara öllu. Fyrir þá sem ekki vita, hvernig bíl er þetta? Þetta er Lexus E300, station bíl. Sem er bara, já, venjulegur mömmubíl, ef maður ætti að orða þannig. Já, það eru flest allir, eða ekki, þeir keppa á BMW-um í svona keppnum? Hann er mjög vinsæll í þessu, BMW-um. Þannig að þú tekur bara sénsinn og mætir á Lexus? Já, hann kom vel út. Ég, búin að breyta honum mikið í vetur og við kláruðum í rauninni bara nóttin áður en ég mætti í keppni, þannig að það var lítið að æfa sig og svoleiðis í keppni, þannig að maður þurfti bara að mæta og sjá hvað gerist. Og þetta kom bara helviti vel út. Hvernig, já, þannig að þú hefur í rauninni ekkert getað eftir þannig sem mikið á honum? Ekki eftir breytingarnar, sko. Nei. En fyrir þá varstu aðeins búin að spóla á honum? Já, aðeins í fyrra. Þá var, svo bara í vetur og fóru í svolítið mikla breytingar. Og núna er það bara að halda áfram að æfa sig og vera klári næstu keppni. Það er kannski, já, eitt galli fyrir, já, íslenska keppindan í drifti, það er kannski svolítið, það er ekki svona, já, það vantar ekki endilega aðstöður, heldur bara hvar má æfa sig, það ekki? Jú, við vorum bara með eina braut, en nú er komin önnur braut sem er við Kvartmýlubrautina í Hafnarfirði og það er tölvöld stærri braut, þannig að við erum bara vonað að við fáum að nota hana eins meira. Já. En það er bara allt í ferli.
Já, nákvæmlega. Þetta náttúrulega erfitt að get ekki æft sig alveg á fullu. Já, það það sko, en núna á sumrin eru æfingar alla föstudaga, þannig að við reynum bara að nýta það eins og við getum. Já. Þetta það ekki svolítið þéttur hópur sem að keppa þarna í driftinu? Jú, hann fer ört stækkandi, það er mjög gaman að því, það er mikið að bæta stuð og mikið að mönnum komni nýju núna. Já. Það búið að bæta við öðrum flokk sem svona hálfgerður nýlega flokkur og hann eiginlega bara orðin jafn stóru á hinn flokkurinn, þannig að þetta alveg ört stækkandi sko. Já, þetta svona götubílar og svo annað flokki sem var bætt við núna, hvað þetta minni götubílar eða þannig? Já, minni götubílar. Já. Svo þriðji flokkurinn líka og það það sem þá eru tveir bílar sem keyra saman, en hann verður líklega ekki keyrður fyrir næsta sumar. Menn eru ekki alveg klárið með bílana sína fyrir þann flokk. Nei, það kannski, fyrir hlustandan, þetta náttúrulega ansi mikil vinna í kringum eina svona keppni að undirbúa bílinn, þegar menn kannski áttar sig ekki á því hvað mikið vinna á bakvið eitt svona bíl. Nei, nákvæmlega, þetta svakaleg vinna, það dagur og nótt í þetta. Já, þannig að það ekki mikið sofið hjá ykkur á sumrin. Nei, og kannski ekki alla á milli keppna, ef eitthvað bílar og það að laga á milli keppna, þá fer allir tími í það sko. Já, nákvæmlega. En þið komuð þarna sterkir inn, hvernig svona, menn kannski áttar sig ekki á, hvernig dæmt í þessu? Því að nú sér fólk bara reiksból og svo liðis? Já, nákvæmlega, það bara uppsett braut og við í rauninni fáum ekki að vita hvernig brautin fyrir bara 1 eða 2 dögum fyrir keppni. Já. Og þetta bara, það dæmt eftir hraða, gráðu bílsins, hversu mikið þú ert á hlið og reik og svo eru keilur uppsettar á svona nokkrum hornum sem ofta að vera eins nálagt og þú getur. Já. Og ef þú fellur keiluna þá það mínustig og ef þú snýr bílnum þá það mínustig. Já. Þannig að það svona það helsta. Hefur motorsportið alltaf fylgt þér? Já, ég hef verið mjög mikið í kringu þetta allt mitt líf og mikill áhugi til staðar, þannig að maður hefur ekki getað losað við þetta allavega. Nei, nákvæmlega, þannig að þú hefur alltaf verið í dellunni. Já, því miður, það bara sluð. En svona í kringum svona bíli, en svo bara í torfæru, það rosa mikið teimi sem þarf að koma að einu svona bíli, þegar ekki? Jú, það bara 10 manna teimi helst, sko. Já, þetta orðið svo fagmælegt. Já, þetta mikil vinna og ef eitthvað bíla þá þarf að vera með öfluga menn með sér til þess að kippa þessi liðin strax. Já, sem eru snöggir að. Já. Hvernig með svona, mennir svo því sem eru að gera við og fleira, þetta ferið það ekki bara allir tími í, þú gleymir kannski bara fjölskyldubílnum? Já, það yfirleitt svo leiðis. Inni bílarnir og heimilin eru bílaðir en þessi alltaf í tóstandi. Já, nákvæmlega. En hvernig leggstu driftið í þetta sumarið? Þetta nú voru ansi margir keppendur skráðir til leiks, þetta voru 20 og eitthvað keppendur? Já, 24, 5 eitthvað slið. Já, og það náttúrulega það byrjar alltaf svolítið svoleiðis, en svo náttúrulega fara bílarna aðeins að bíla? Já, nákvæmlega, en þetta helst yfirleitt. Núna ég örugglega bara eftir að bætast við sko, því að menn það eru nokkri á loka metrunum að klára bílana sína sem eru með helvíti öfluga bíla þannig að ég held að ég bara eftir að stækka eftir sem líður á sumarið og þetta leggst bara vel í mig þessi keppni fór miklu betur en ég þarf að vona því að ég var ekki búin að æfa mig mikið bara ekki neitt, þannig að ég vona bara besta og reyna að mæta sterkur á bíladöfum. Já, nákvæmlega, það verður vantar ekki fjörið þar fyrir norðan núna í sumar. Nei, nákvæmlega, þetta bara stæðstu bílaviðburður ásins, sko. Já, hvernig eins og hjá þér? Nú ertu náttúrulega það ekki, líka í Jamil og fleirum keppendur svona í pittinum. Þú ert væntanlega þá núna bara að fara að taka akkurir eins og að leggur sig bara yfir heila viku. Já, allir það ekki. Ég fer á torfærukeppnina sem þarna fyrir helgina og svo ég að keppa á 5. deginum. Já. Og svo fer bíllinn á sýningu þarna á laugardeginum eftir það, þannig að ég verð þarna örugglega mest allan tímann, sko. Já, nákvæmlega. Hvernig staðan á bílnum, sem sagt, ef allir getur ekki keyrt hann, mun þá ykkur leysa hann af eða? Það verður eiginlega bara komið ljós, en það búið að tala það, sko. En við vonum bara að allir jafni sig fljótt. Já, nákvæmlega. En þá aðstöðum þarna aftur, hvernig var svona, það var náttúrulega ekki svolítið blautur vegurinn hjá okkur í driftinu núna? Já, dagurinn við byrjuðum að keyra æfingar klukkan 9 og það var eiginlega blautt alveg til klukkan 2. Já. Svo byrjaði að þorna, þannig að þetta skánaði mun þegar það byrjaði að þorna. Já. Og það eiginlega ekkert sérstakt að keyra í rigningu, sko. Nei, mitt.
Hvernig, já, það náttúrulega, hvað þið með mikið af svona dekkjum svona til vara í svona keppnum? Ég mæti yfirleitt með 8 til 10 stykki ný dekk. Já. Hverri keppni. Nákvæmlega. Það bara misjafnt eftir hvað kaplinn sem keyrður langur og svo framvegis og hvort það sé með þurft eða blautt og svo framvegis. Og það kannski eins með þetta eins og í öðrum íþróttum, það væntanlega svolítið undirkomið að vera duglegir að ná sér í sponsora og fleira til þess að þetta gangi upp. Já, nákvæmlega. Það verður náttúrulega að gera það eins og maður getur sko. En já, ertu búin að keppa eitthvað áður í motorsportinu? Ég var í þessu aðeins 2010 og 11. Þá var ég bara á litlum bíl og þá var þetta ekki orðið eins stórt þetta sport. Svo fór ég bara í nám erlendis og þar alveg hætti ég bara í nokkur ár og svo byrjaði ég bara aftur í fyrra. Tók 2 keppnir í fyrra og svo núna ætla ég bara að reyna að taka alla keppnir í sumar og næsta ár líka og bara reyna að gera eins og ég get. Já, nákvæmlega. Þetta, já, árið 2010, þá voru nú ekki eins margir svona, já, áhörendur og fleira. Þetta heldur betur búið að breytast hérna, þetta búið að hálfgeir bylting í drifti. Já, algjörlega. Þetta sportið svo vinsælt úti og þetta að komast yfir til okkar og þetta búið að stekka bara örugglega 3-falt eða 4-falt sko. En svona, já, framöndan þér núna, það náttúrulega undirbúningur þá bara fyrir bíladagana? Já, í rauninni, bara að klára fínstilla bílinn, hann kom vel út úr keppni síðast, þannig að það bara svona smá fínisteringar eftir og svo bara mæta og reyna að æfa sig áður. Já, nákvæmlega. En ef þú spáir bílinn, þú ætlar náttúrulega væntanlega, viðst þú endar hann í fyrsta sæti að gera allu jafnvel að Íslandsmeistaratitlum? Já, ég reyni mitt besta. Já, nákvæmlega. Og reyna að ná öllum keppnum, þannig að maður ná í Íslandsmeistarastígunum. En það sem maður hefur séð að keppninni núna, þá var þetta svona nokkuð jöfn keppni núna, svona milli toppsins? Já, klálega, það eru margir góðir ökumenn og þetta var alls ekkert örugt hjá mér, sko. Þannig að það verður gaman að sjá hvað gerist í næstu keppni. Já. Sigrún Elí Eiríksson, hann kom þarna rétt á eftir, hann á, hvernig bíl hann á? Hann á BMF líka. Já, þannig að þú... Eins og þau flestir eru á. Já, þannig að þú ert svona stolt Lexusins? Já, nákvæmlega. Reyna að vera öðru í því. Já, engin svona rígur í þessu svona, BMF ökumennin ekkert að gera grína þegar þú sért á Lexus svona fyrir keppni? Nei, alls ekki. Ég er mikill BMF maður sjálfur og hef átt á mjög marga, þannig að þetta bara, menn eru óvatjóli með þetta. Já, nákvæmlega. Næsta keppni á Akureyri, þetta það ekki helgin eftir torfæruna? Jú, torfær. Já, þannig að þetta... Já, á 50 deginum, já. Já, á 50 deginum. Já, þannig að þetta núna svo mikið sem þá 15. júní. Já, torfær. Nákvæmlega. Þannig að það komið spenna í það. Hvernig eru aðstæður hérna fyrir norðan fyrir drift? Þær eru mjög góðar. Þeir eru náttúrulega bara með sér leiksvæði þarna upp í Hlíðarfjall. Já. Og þetta bara stórt plan í rauninni og þeir geta bara, þeir setja brautin upp bara eftir keilum, sko. Já. Þannig að þeir breyta henni á hverju ári. Okay. Það aldrei eins braut. En ef ég fæði til að spá aðeins í torfæruna, hvernig heldur að þetta Íslandsmóti torfæru verðir í sumar? Sérðu ykkur að sérstakar sem eru að fara að berjast keppni? Ég held náttúrulega bara með mínu manni. Að sjálfsögðu? Það bara svoleiðis og ég vona bara innilega að hann ná að efna sig fyrir næstu keppni því að hann ná mikið inni og það verður gaman að fylgjast með hann. Hann hörku ökumaður? Hann það, sko. Já, nákvæmlega. En hverju heldur að munu annars, svona fyrir utan hann munu svona berjast titilinn? Alltaf sé ekki Þór Þormar og Ljónið, hann heldur segur. Og já, það bara, þeir eru nú margir sem þetta mikil hreyfing í þessu. Þeir eru margir sem eru góðir, þannig að maður í rauninni veit ekkert hverju þeir eru á toppnum. Þetta svo rosalega misjátt. Svo þetta með tímaspursmál hvenær menn eru að læra það ekki inn á bílinn, það nú mikil vinna. Já, nákvæmlega, og líka bara halda bílnum í lagi. Ef að bílinn ekki í lagi, þá það að stríða mönnum mikið. Já, þannig að það nóg að dett út úr einni keppni að þá ertu svolítið úr leik. Já, það má segja það. Já, nákvæmlega. Þetta aftur úr í stígum, stígin skipta öllu máli. Alexander Sigurðsson, þakka kærlega fyrir að gefa okkur tíma og fyrir áhuga sama, þá eru þið ekki með svona Facebook síðu? Jú, ég reyndar ekki sjálfur með Facebook síðu, en það er Jamil Racing, það liðið okkar. Það bara endilega læka það á Facebook. Jamil Racing. Jamil Racing. Nákvæmlega. Bara bestu þakkir og gangi ykkur sem allra best. Takk kærlega, sömuleiðis. Blessaður. Já, bless. Já, hörku keppni hérna í drifti núna helgina og það var nú þannig að Alexander Sigurðsson sigraði með 106 stig og Sigrún Elí Eiríksson fylgdi þarna eftir með 100 stig.
Ívar Már Sigurpálsson lenti í 3. sæti með 88 stig. Patrik Snær Bjarnason var í 4. með 76 stig. Birgir Sigursson í 5. sæti með 74 stig. Arnar Ingi Ólafsson með 69 stig í 7. sæti. Sigurbergur Eiríksson í 7. með 67 stig. Gretar Örn Karlsson í 8. með 65 stig. Þóri Már Ingvarsson í 9. með 59 stig og í 10. var Haukur Gíslason með 58 stig. Annars voru, sem töldu ekki stega, Albert Óli og Aron Steinn Guðmundsson og Jón Bjarni Bjarnason. Nú í minni göttubílum var það Jökull Atli Harðarsson sem að sigra það með 115 stig. Sindri Freyr Ísleifsson í 2. sæti með 98. Guðlaug Birkir Jóhannsson í 3. sæti með 86. Guðjón Leví Traustason í 4. sæti með 81 stig. Og Guðbjartur Steinar Knaran Magnússon í 5. sæti með 67 stig. Og Brynjar Smári Guðmundsson í 7. sæti með jafnmörg stig, 67 stig. Svo var Jan Rólandsson sem var í 7. með 66 stig. Birkir Orri Jóhannsson í 8. með 65 stig. Ólafur Rúni Karlsson í 9. með 59 stig. Allt sem tengist íþróttum. Sportátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Pepsi Max og Túborg kynnir tónlistarhátíð Kótilettunar 2017. Framkoma meðal annars stuðmenn, stuðlabandið, Daði Freyr og fleiri. Miðasala á tix.is og Gallerí Ósson Selfossi.